Við skulum sjá hér smá viðtal sem ég tók við Guðrúnu Guðlaugsdóttur, höfund bókar sem heitir Blaðamaður deyr. Guðrún, þú ert að senda frá þér aðra spennusögu þína. Fyrst í fyrra var það Beinahúsið og nú er það Blaðamaður deyr. Ég er alveg húgt á þessu. Og hvað ertu að skrifa? Það er æðislega gaman. Ég er að skrifa með Ölmu Jónsdóttur, hún er blaðamaður á Morgunblaðinu og það er náttúrulega bara vettvangur sem ég starfaði á mjög lengi og mér finnst æðislega gaman að skrifa um þetta og hún kemst í hann krappan og það vantar ekki blaðamenn, það vantar ekki tækifæri fyrir þá til að komast í alls konar aðstæður og ég nýti mér það, bæði það sem ég þekkti í mínu starfi. Þetta er fjarri því að vera sjálfsögulegt, alls ekki, en þá eru kannski hérna vissa persónur sem hugsanlega einhver geti borið kennsl á, ég veit ekki, það bara verður að sjást. Þú varst blaðamaður á Mogganum lengi og ég er líka vinsæll pislahöfundur manni. Já, ég var blaðamaður 25 ára á Moggana, þar hafði verið í útvarpinu. Og það var náttúrulega fréttamaður og ég var dagskrárgerðarmanneskja, ég er búin að þekkja allt svona fjölmiðla umhverfið. Og það er dálítið kostur fyrir Ölmu og höfundurinn að skuli þekkja svolítið inn á þetta. En hvað kemur til að kona svona, má ég segja kona á þínum aldrei fara að skrifa spennusögur? Ég er alveg velkomin að segja þetta. Ég er einmitt mjög áfram það að konur á mínum aldri svo kallara að þær láti að sér kveðið í samfélaginu. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og ég fór bara að gera þetta vegna þess að mér langar alltaf að eiga annan feril. En þegar maður á 6 börn og þá náttúrulega erum við í samfélagi sem sagt, það er ekki gert ráð fyrir öðrun að það er að vinna svo skepna. Við búum að koma með þessum 6 börnum áður og þá er það fullt starf fyrir konur að bara ala upp 6 börn. Já. En nú er það aldrei ekki. Nú er það bara gert með vinstri, sko. En þú sem sagt núna að skapa þér nýjan feril sem sakamálahöfundur. Ég er bara alveg á fullu í því og mér finnst það alveg æðislega gaman. Ég byrjaði nú á því að lesa ævisögu Agathu Christie, vel og vandlega, einkum það sem hún sagði skriftir sínar. Ég hafði minni áhuga á hennu. Fyrst, ég las hana fyrir ægilega mörgum árum, sem sögu, ævisögunar, og þá hugsaði ég mest sko, líf hennar og ástamál og svona, upptekin af því. En núna las ég þetta markvisst bara út frá skrifunum. En hún sagði að svona bækur átti að vera 60.000 orð, það væri passlegt. Og hún gaf mér svona góð ráð. En er þetta blóðugt hjá þér eða er þetta meira svona í ráðgátustílnum? Ég er meira svona í ráðgátunum, sko. Mér finnst það skemmtilegri. Ég er ekki sjálf í, þetta er ekki líkskurðardeildin, en svo má orðið komast.